Komið sæl og blessuð og velkomin á skjánum. Við ætlum að reikna dæmi 13b í verkefni 1 stærðfræði 2. Þar eru við beðin að einfalda og svona lítur þetta út hjá okkur. Nú, það fyrsta sem við rekum augun í að x hérna í öðru veldi. Og það er eitthvað sem við viljum tækla eins og skot. Og við gerum það sjálfsögðu með þáttun. Og þetta er eitthvað sem við kunnum vel. Þegar við erum að þátta svona lagað, sem er x í öðru, þá vitum við getum hent upp tveimur svigum, x fremst í báða svigana, og nú er bara spurningin, margfeldi hvaða tveggja talna er -16? Og það myndi vera svo mikið sem +4 og -4. Ok, skulum sannreina þetta snöggvast. X sinnum x er x í öðru, glæsilegt. 4 sinnum -4 er -16. Flott er, þannig að þetta stemmir hjá okkur. Ef einhver er að velta fyrir sig núna, já, en hvað með x sinnum -4 sem við slepptum og 4 sinnum x? Jú, sýn ykkur eldsnögt af hverju við erum ekki að velta því fyrir okkur. Við erum með tveggja liða þáttun hérna, ekki þriggja liða þáttun. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því hvaða tvær tölur þegar við leggjum þær saman verða eitthvað ákveði gildi fyrir x, eins og við höfum oft gert áður. Ef við reiknum úr þessum tveimur svigum hérna og gerum x sinnum x, þá erum við með x í öðru. Svo gerum við hérna x sinnum -4, þannig að það er -4x. Og svo 4 sinnum x, það myndi vera +4x. Og svo 4 sinnum -4, en það er einmitt -16. Og hérna sjáum við af hverju, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu hér. Þetta nullast út, -4x +4x nullast út, eftir stendur x í öðru -16. Ok, þetta var smá útúrdúr, en ágætt að minnast á þetta. Við skulum umrita þetta snöggvast og leyfa þá teljaranum að vera með. Svona. Og fyrir neðan erum við með x +4 og x -4. Glæsilegt. Ok, við eigum að einfalda. Og eitt sem við tökum eftir hérna alveg eins og skot, við skulum setja hérna svega svo þetta líti allt vel út hjá okkur, er að við erum með hérna í bæði í nefnara og í teljara, og þá erum við með x +4 í svega. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta eru heilir liðir sem við getum stytt út á móti hvor öðrum. Glæsilegt. En hvað gerum við hérna fyrir ofan striki? Við megum ekki hafa þetta bara tómt. Og við megum alls ekki heldur hafa þetta 0, því að þú deilir engu með 0. Eða deilir engu í 0. Þannig að sjálfkrafa verður 1 hérna eftir. Ok, og við höldum áfram. Umritum þetta svona. 1 yfir x -4. Þetta myndi vera loka svar.